þá komið að þriðja lið álagninggjalda, fasteignagjöld 2026 til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Hér liður 3 fundargerð bæjarráðs dagsetið 13. nóvember 2005. Það lögðum fram til að lækkun á álagningu fasteignagjaldana á árinu 2026. Að álagningarprósenta fasteignaskatt og íbúðarhúsnæði lækki úr 0,31% í 0,28% og atvinnuhúsnæði lækki úr 1,63% í 1,61%. Bæjarráð samþykkti að vísa tillögunni fasteignagjaldi til afgreiðslu hér í bæjarstjórn og ég hef búin að reikna út nokkur dæmi og fengi sent nokkur dæmi og þetta nokkuð sem munar að þetta á ársgrundvelli þetta meðaltali svona 25 til 40.000 krónur fyrir náttúrulega eftir stærð húsnæðis og tegund og allt svoleiðis en þetta svona samkvæmt verðlagsþróun þetta svona á góðu róli og ég held við ættum að skoða síðan áfram með fasteignaskattinn á atvinnuhúsnæði næstu árin en ég held að þetta sé góð byrjun. Hann vísaði til afgreiðslu hér í bæjarstjórn. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Svona bara til þess að aðeins svona bæta aðeins við þessa umræðum fasteignaskatta og fasteignagjöld. Það alveg ljóst að þegar að gjöld eru tekin saman, öll gjöld, fasteignaskattur, lóðarleiga, fráveitugjöld, vaskgjald og sorpgjald, þá hafa íbúar okkar á þessu ári verið að greiða hærri fasteignagjöld í hlutfalli við fasteignamat þegar við berum okkar íbúa saman við íbúa á höfuðborgarsvæðinu í þannig samanburði. Einu hverfin þar sem íbúa koma verð út úr slíku samanburði ef svo má segja eru Þingholtin og Seltjarnarnes. Og það verður líka að segjast eins og að álagningar hlutfall á atvinnuhúsnæði fremur hátt hér í þessu sveitarfélagi, þannig ég vil bara taka undir orð bæjarfulltrúa Heimis að þetta þurfi að skoða. Við bæjarfulltrúar Framsóknar höfum heyrt það í okkar samtölum við atvinnulífið að hækkandi fasteignamat og þar með hækkandi skattheimta sé farið að bíta og ég held að það sé engin ástæða til annars en að leggja nokkuð mark á slíkar viðvaranir. Við erum þeirra skoðunar og við höfum verið þeirra skoðunar lengi að það sé full ástæði til að lækka álagningar hlutfall á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði þannig að hækkun fasteignamats hafi ekki áhrif til hækkunar fyrir íbúa og fyrirtæki en að þessu sögðu þá vil ég lesa upp bókun okkar bæjarfulltrúa Sunnu Hlínar Gunnar Már Gunnarsson og Sunna Hlín Jóhannesdóttir B-lista bóka. Við fögnum því að meirihlutin vilji lækka álagningar hlutfall fasteignaskatts á Akureyri enda höfum við talað fyrir slíkri lækkun. Það ekkert launungamál að við hefðum viljað sjá betur komið til móts við atvinnulífið með frekari lækkun álagningar hlutfalls á atvinnuhúsnæði. Og þetta var bókunin. Að endingu vil ég fá að taka undir fyrir ræður hér, bæjarfulltrúar Sindri og bæjarfulltrúi Halla Björk hafa nú svona íað og innbráð þessu og ég vil minna okkur á hversu mikilvægt það að forðast misvísandi upplýsingar í þessum efnum og að við séum ekki að rugla fasteignaskatti sérstaklega og fasteignagjöldum í heild saman þegar álagning gjalda að endingu kynnt fyrir íbúum eftir seinni umræðu. Ég tel mig svo sem ágætlega talna glöggan, allavega ekki mjög talna blindan
og ég ekki vissum að við getum fengið það út að við séum að lækka fasteignirna gjöld í heildina eins og hefur kannski komið fram einhvers staðar. En ég verð þá leiðréttur ef að það rangt hjá mér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, það bæjarfulltrúar, ég get nú ekki sagt eins og fyrir ræðumæður að ég sé talnaglöggur, þannig að ég að hætta mér út á hálan ís núna. Ég ætla að sitja hjá við þá atkvæðagreiðslu sem hér fer fram og eftir og ætla að reyna að útskýra af hverju. Í grunninn ég sammála að þessi fasteignaskattur hreinn viðbjóður. Grundvöllur hans svo rangur að það hálfa væri nóg. Við erum með, nú ætla ég að reyna að fara með tölur, við erum með þetta 1,6% á rúmlega á iðnaðarhúsnæði. Samkvæmt reglugerð að þá má þetta vera allt að 1,32%, við erum 1,6%, það kemur einhvers staðar fram hérna í þessari reglugerð að svo má hækka bla 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 bla, þannig að við grípum til þeirra reikningskúnstar að hækka þetta umfram það sem reglugerðin segir í lið 1, en gefur svo heimild fyrir í lið 2, en allt í lagi, svo koma menn og segja, já þetta bara gott á ykkur, og þetta mergur málsins, fasteigna, mat, slíkra fasteigna sem hér eru til umræðu, það ræðst af gróðapungum, það ræðst af leiguverði. Það eru stóru leigufélögin sem ráða verðmati skrifstofuhúsnæðis. Það eru gróðapungarnir, þannig að við getum svona sagt þetta mátfullt á ykkur að fá þetta í bakið en það lendir á bara venjulegu fólki sem bara með svona venjuleg fyrirtæki á ekkert að leigja, þannig að gróðapungarnir þeir ráða fasteignaskattinu á verslunar og iðnaðarhúsnæði. Það ekkert betra þegar kemur að íbúðarhúsnæðinu. Það okkur sagt og talin trúum af ýmsum að það ráðist af framboð og eftirspurn. Hvert verðlag á íbúðarhúsnæði. Verðlag á íbúðarhúsnæði það ræður aftur fasteignaskattinum. Nú, við skulum alveg trúa því, en ég ekki að neita því að það hafi einhver áhrif, en aftur þarna koma gróðapungarnir inn í dæmið og skekkja það allverulega. Það gerist ekkert fyrir mjög mörgum árum að menn gátu allt inn fengið 100% lán fyrir fasteignakaupum. Hvað gerðist daginn eftir? Var það framboð eftirspurn sem réði því að fasteignaverð bara hækkað og einn í nóttu? Í annan stað. Og nú ég reyna að útskýra af hverju ég hef þennan viðbjóð á grundvelli fasteignaskatts. Lítum á hag eldri borgara. Íbúðir eldri borgara, fyrir eldri borgara, 60 ára og eldri, að þær eru, að mér sagt, og ég trúi því alveg, dýrari en samsvarandi fyrir mig og þig, eða fyrir ykkur, fyrir ykkur. Og af hverju? Það einfaldlega vegna þess að seljandinn, hann gerir ráð fyrir því að hinn eldri eigi íbúð að selja, þannig hann gýrar upp verðið á þeirri íbúð sem hann ætlar að selja sem eldri, að því hann veit, eða gerir ráð fyrir því að hann eigi peninga. Þannig að enn og aftur, þá ræðst fasteignamatið að veruleiti, ég veit ekki hversu miklu, af gróðahyggjupungum. Þess vegna hef ég anstíð af þessum grundvelli sem þarna lagður til grundvallar. En málið að hversu mikið sem ég myndi vilja lækka fasteignaskattsprósentuna, og þá lendum við í þessum ógöngum að hér vaxandi fjöldi íbúða án lögheimils íbúa. Það íbúar sem það eru fasteignaeigendur sem ekki að greiða
nánast neitt til bæjarins. Það flaggað 17% hlutfalli, einhverju talum yfir 20 og þar kemur að þetta verður að bæjarfélagi verður ekki sjálfbært, einfallega vegna þess, allavega þeirri hættu boðið heim að það verði ekki sjálfbært, einfallega vegna þess að hér vantar lög heimilisíbúa. Þess vegna við svolítið erfitt með að samþykkja svona lækkun út í loftið að því mér finnst, ég gerir mér ljósa grein fyrir því að það sem ég hef talað fyrir og mér sagt að hafi verið reynt í öðrum sveitarfélagum eða öðru sveitarfélagi, það að dunka niður útsvarsprósentunni sem við höfum vel að merkja í hámarki, 8 sveitarfélaga, að þar kemur á móti að þessi prósenta hún með einhverjum hætti háð því sem ég kalla fátækraframlagi úr jöfnunarsjóði, þannig að við höfum að hættu að afsala okkur því, en það sem ég reyna að segja það að ég hefði viljað láta skoða þetta, hvað þýðir það að lækka útsvari svo mörg prósent og hækka fasteignaskattinn eins og okkur leyfilegt, halda honum í hámarki. Vísu verð ég að slá aftur varnagla og tala gegn sjálfum mér því að ég held einmitt eins og hefur komið hér fram að þessi fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði hans í orðin verulega þungur baggi að bera og ég tek ekki mark á þessum rökum að þetta sé máturlegt á það, þetta eru gróðapunkarnir sem leigja út og þeir ráða þessu. Ég vil heldur ekki taka mark á hinni röksemdinni sem segir að sko þetta er ekkert okkar að ákveða með hækkun og lækkun fasteignaskatts, heldur ég að bíða eftir því að ríkið taki upp eitthvað tómtólsgjald, ætlum við að bíða hversu lengi. Mér finnst það ekki rök í málinu og alls ekki slá út af borðinu þá hugmynd að við eigum að skoða þetta í stóru myndinni, ekki vera að lækka einhverjar prósentur eða hlutfall bara. Ég veit og tek undir að þetta er vondur skattur, hann byggir á vondum grundvelli, en við verðum að skoða stórmyndina og athuga hvaða leiðir eru okkur færar, þannig að við horfum fram til næstu 10, 20, 30 ára. Ég bara ítrekka það. Fasteignir, það hækka í verði ef seljandinn veit að fjármagni á lausu. Það hefur ekki með framboð og eftirspurn að gera, heldur vitundin aðgengi að fjármagni. Takk. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, lokið máli sinu, ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Næst tekur bæjarfulltrúi Halla Björk Kristinsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, hann fór ágætlega yfir þessa dilemmu sem að fólk í þegar það kemur að því að ákverða fasteignaskattsprósentuna. Og hérna, hvað þýðir? Þú veist, þetta er það sem við búum við hins var og þetta er viðleitni til þess að halda eða taka ekki inn alla fasteigna hækkunina, skulum við segja. En ég vildi nú koma hérna bara upp til þess að vekja athygli á því að samhliða því að samþykkja hérna þessa fasteignagjöldin, álagningu gjalda á fasteignagjöld, þá erum við í raun að samþykkja gjaldskrá Norðurorku, þannig að þú veist að það kemur auðvitað að reiknast inn í þessi gjöld. Það kom bæjarfulltrúi Halla Björk Kristinsdóttir, gefin aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sé hljóðsið sem geta samþykkt gefið merki. Það eru 9 móti, enginn og 2 sitja hjá.